Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Komið heil og sæl, við heilsum ykkur hérna austan og hlökkum til að vera með ykkur í vetur. Í kvöld ætlum við að fara í heimsókn á Berunesi í Berufirði, en þar að finna eitt rótgrónasta ferðaþjónustufyrirtæki landsins. Þetta hefur náttúrulega verið mottóið að taka á móti gestum með bros á vör og skilja við þá með að þeir séu með bros á vör. Við lítum einnig við á minjasafninu Burstarfelli á Vopnafirði. Og það var búið í þessu húsi til 1966. Skoðum lítinn véldreka á Reyðarfirði. Þetta er svona uppfylling í safnið sem er hérna ásamt bílum sem við erum búin að kaupa. En við hefjum leikina þessu sinni hjá hjónunum Guðnýju og Jóa á Stöðvarfirði sem eru meðal þeirra sem hafa haldið út í saltfiskmarkaðnum þar í bæ. Þetta eru hestavettlingarnir mínir sem ég er að gera. Þeir eru með putta fyrir litla. Það kemur taumurinn á milli. Ég var alveg búin að ganga með þessa hugmynd í maganum í nokkur ár. Hvað væri gaman að geta komið einhverju svona á fót hérna, bara á þessum litla stað, til þess að fá fólk bara til þess að stoppa og til þess að aðeins að bara auðga fjölbreytnina á staðnum og þarna var náttúrulega fiskurinn farinn og lítið að vera. Og steinasafnið náttúrulega og þetta væri skemmtileg viðbót við það. Og svo 2009 var þetta veruleika. Hjónin Guðný og Jói eru einn þeirri sem stóðu að stofnun salthúsmarkaðarins á Stöðvarfirði þó svo að fjölmargir aðrir hafi komið við sögu og nú telur hópurinn 40 manns. Tildrög nafnsins eru þau að fyrstu 6 sumrin var markaðurinn í gamla salthúsi staðarins en er þetta 3. sumari sem var starfræktur í núverandi húsnæði. Á markaðnum má finna fjölbreytt handverk heimafólks sem og brottfluttra stöðfirðinga. Undirbúningurinn fyrir sumarvertíðina stendur allt árið. Já, elskan mín, maður sest aldrei niður að vera með eitthvað í höndunum. Algjörlega, sko. Alveg sama á hvaða tíma. Það er rosalegt að ég reyni að sleppa jóladeginum og veit alltaf hvað ég á að gera hendurnar á mér. Ég segi svona nei, maður er ekkert á fullu en svona bara dunda sér. Við erum búin að fara 4 vetur til Kanaríeyja. Förum í febrúar og erum fram í mars og það er náttúrulega bara fullt af verkefni með, sko. Og þar sittum við og prjónum út á svölum og svona en gerum nú eitthvað fleira samt þar. En þetta með. Já, Guðný leggur aldrei frá sér prjónana. En Jói, hvað leggur hann til málana? Ég er að vesenast í beinum og hornum og svona skefta einhverja hluti. Það eru hrúshorn og kindahorn og lambhorn, reindýraklaufur og leggir. Og þetta er heilmikið. Já, og hrosshófar, mér vantar bara fleiri tími í sólarhringi stundu, sko. En þetta er voða mikil vinna við þessi bein, þannig að þrífa þetta og þurrka lengi og svona. Og bara ná sér í efni, það er bara tölvöld mál. Það er nú sem að tala hvernig óskopunum þetta sé hægt, eins og hann sé nú þarna inn verkvarakassa minn og eftir. Þetta eru svolítið litli hlutir en það er svolítið stóri fingur. En þetta reddast alltaf. Þetta eru hreindýraklaufur. Hérna næ ég lokkonum, sko. Og svo hjörtónu hérna. Og svo næ ég þessu líka í hálsmenn. Jói gefur Guðnýju ekkert eftir við prjónaskapinn. Ég er aðeins að prjóna. Já, svolítið. Hefur alltaf prjónað? Já, ég hef nú alltaf prjónað, en ekki mikið svona fyrir seinni ár. Ég kunni þetta svona. Það var alltaf eitthvað verið að prjóna og gera í höndum heima og þá leiddist maður inn í þetta. Það var ekki sjónvarpið. Ég fór að prjóna því að ég lenti í mörgum aðgerðum með bak og svona og þá fór frúin að tala hvort ég ætti ekki að bara prjóna og það var bara, ég fór að prjóna og það var setið við og
Þá fór ég að prjóna þessar vettlingar sem og þróaði þá alveg frá smábarna og upp í stóra, ekstra stóra. Og þetta svona það sem maður hefur bara þróað sjálfur, þannig að ég segi nú alltaf ég ætla nú að fara að hætta þessu, en meðan einhver vill þetta þá bara held ég áfram. Guðni og Jói vinna saman eins og vel smurð vél. Já, ég nú verið að prjóna þumla fyrir hana. Já, hann prjónar þumlan. Og endum. Já, hann miklu klárari í því og miklu fljótari. Svo erum við með sameigir, við gerðum teppi, svona bara sem við erum með í húsbílum og svona kósí teppi og hann gekk frá endunum. Þannig að það er ýmislegt svona samvinnuverkefni. Þau segja að markaðurinn hafi farið stígandi undanfarin ár, þó svo þau finni vissulega fyrir styrkingu krónunar í ár. En hvað ætli sé vinsælast? Mjög mismunandi til dögum og líka einlega árum. Suma daga fer lítið að prjónirsi, aðra daga fer það bara töluvert. Meira þá einhver önnur gjafavara. Já. Þetta er svo breytilegt. Já, mjög. Hvað hefur þessi vegferð gefið þeim og þá kannski ekki síður samfélaginu? Bæði hefur gefið okkur mikið, þeim sem að þessu standa og ég held samfélaginu líka. Ég trú ekki öðru, af því að það er ekkert svo rosalega mikið að vera hérna á þessu litla stað að mér finnst þetta vera mjög, bara mikið lyftistöng yfir sumartímann að geta boðið upp á þetta. Það er náttúrulega bara ómetanlegt þegar menn hætta á vinnumarkaði að geta haft eitthvað sem maður hefur gaman af og geta þá tekið þátt í þessu. En á þessum tíma þá var einhvern veginn í sveitum bara sjálfgefið, þú ert með kýr, þú ert með kindur, þú ert með hvort tveggja, þú ert með hesta og hænur. En að vera með ferðamenn var náttúrulega bara ekki inni í kortinu. Þaðan að síður að fara að taka pening af ferðamannunum. Ég segi nú ekki að maður hefur nú fengið bágt fyrir, en það var svona, maður fekk svona glósur að þetta ætti nú bara ekki heima í sveitamenningunni. Já, þau Ólafur Eggertsson og Anna Antoníusdóttir á Berunesi í Berufirði eru með fyrstu ferðaþjónustubændum á landinu og hafa byggt upp glæsilega þjónustu sem nýtur mikilla vinsælda. Við byrjuðum mjög snemma í þessum ferðaþjónustuferli svona almennt. Það eru eitthvað 45 ár síðan að við byrjuðum. Ja. Og það voru svona sérstakar ástæður fyrir að við prófuðum þetta. Það byggðist kannski fyrst og fremst á því að við vorum að byggja nýtt íbúðarhús og eldra húsið, það stóð eftir og það var það góð bygging að okkur langaði til þess að prófa að nýta það í eitthvað þarft. Á þeim tíma þá voru pólitíkusar gjarna á yfirreið og fengu sér kaffi á öldum stöðum. Tómas Árnason og Eysteinn Jónsson og þeir komu alltaf á hverju ári og fengu sér kaffi hérna hjá tengdamóður minni Sigríði heitinni og Antoníusi. Og við vorum að drekka kaffi þarna, þetta er árið 1972, sumarlægi, og það barst í tala að nú værum við að flytja inn í eitt hús og hvað ætti nú eiginlega að gera við gamla húsið. Nú Eysteinn sagði að það væri nú verið að byggja brýr fyrir sunnan Vatnajökul og þegar að þær kæmist í gagnið að þá opnaðist hringvegurinn og þá færu nú margir að fara hringinn. Og einhvers staðar þyrfti nú fólkið að gista.
Og á þeim tíma þá voru náttúrulega hótel á nokkrum stöðum á Austurlandi og Suðausturlandi. En það var nánast ekki neitt svona einhverja svefnpokagistingu sem kostaði lítið. Og þetta nú svona kveikjan að því og ég segi að Eysteinn eigi nú svona grunninn af þessari hugmynd. Eftir að veturinn liðinn og 73 þá setjum við bara lítið skilti niður á veginn og það var nú ekki farið að fara neina svona formlega leið að þessu, bara að vita hvernig útkoman yrði. Og það má segja að það hafi aðalega verið Íslendingar á tjaldferðalagi sem komu fyrstu 2-3 árin. Ólafur segir að eftir 1980 hafi hlutföllin farið að snúast við og erlendi ferðamenn orðið mikill meiri hluti gesta. Í dag gistirými fyrir 60 gesti í 3 húsum og smáhýsum og eru þau oftar en ekki uppbókuð yfir sumartíman. Þetta var svona hægur og stígandi gangur í þessu og aukningin hún hefur mikið haldist í hendur við það hvað við höfum að bjóða. Og við erum mjög heppin með það að á löngum tíma þá hefur myndast mjög gott og ég segi nú bara persónulegt samband við ferðaskrifstofur, erlendar og innlendar líka. Og eins og núna að þá skiptist hópurinn sem kemur nokkuð á milli þeirra sem að panta beint til okkar og þeirra sem að panta í gegnum booking.com og síðan farfugla eða High Hostel International. Þetta svona tröppugangur en það má segja 90, það má segja 2000, það má segja 2014. Gamli bærinn á Berunesi er frá árinu 1907 og hann byggður á forfeðrum Önnu en byggt var við hann við lok seinni heimsstyrjaldar. Þar sem nú gisting var til dæmis áður smíðahús, eldsmiðja, kolageymsla og gripahús. Ólafur segir einstaklega góðan anda í húsunum. Og húsið sem við vorum í áðan að það byggt þar sem var hlaða og fjós og oft hefur maður heyrt að byggja á slíkum stað sem var útihús hefur góða kosti, það eru góði straumar, það er búið að reynsa út allt neikvætt. Ferðaþjónustan á Berunesi rómuð allan heim og hefur hlotið alþjóðleg verðlaun. Árið 2008 hafnaði Berunesi silfursæti á lista sem mælir ánægju gesta á farfuglaheimilum á heimsvísu og árið 2009 í öðru sæti yfir bestu farfuglaheimili Evrópu samkvæmt vali gesta. Einnig hafa þau fengið viðurkenning frá Markaðsstofu Austurlands og víðar. En hver ætli sé lykillinn að þessari miklu velgengni? Ef þú ert að fara yfir í einhverja þjónustu, þá er náttúrulega það hættulegast að það er að hugsa að þetta er bara einnota því að þessi kunni hann er að koma núna og svo er hann farinn og þá er bara að gera að reyta hann bara nóg af honum og svo er hann bara horfinn og týndur. En hafið þetta einhvern tíma verið hægt, þá er það alls ekki hægt núna. Því að samfélagsmiðlarnir, þeir segja náttúrulega skjótt frá, sko. Ef að einhver stendur sig vel eða einhver stendur sig illa. Og þetta hefur náttúrulega verið mottóið að taka á móti gestum og skilja við þá með að þeir séu með bros og vör. En einmitt, ef við tölum bara ykkur þá sérstaklega ykkur hjónin sem eru búin að náttúrulega standa vaktina alltaf. Hvað svona hefur þetta gefið ykkur helst? Þú ert komin á persónulegu kantinn svolítið og ég verð að segja það að við erum svolítið ólík að Guði gerð og ég viðurkenni það að allt þetta brölt það hefur kannski mest komið frá mér og það sem það hefur gefið mér það er náttúrulega afskaplega fjölbreytt umhverfi. Það eru ný andlit og það eru ný sjónarmið og það er stór og mikill svona sjóndeildarhringur. Það eru tengsl út fyrir landið og vinatengsl við fólk hingað og þangað. Ég segi nú stundum að þetta er svona pínlítið svipað eins og að fara á sjó á handfæri og ég satt að segja að þú svo sem veist ekkert hvað þú ert að veiða. En þú kemur að með góðan afla og ánægður. Og það eru ýmsar tegundir og sama er nú með daginn. En hvað með framhaldið á Berunesi? Það er svo margir sem spurja, heyrðu, hvað verður þetta? Ætlið þið að fara að hætta? Hvað verður þá? Og til að mynda eins og þau börn okkar, þau eru náttúrulega öll í sinni vinnu.
En maður ætlar ekki að fara að gera þeim upp skoðanir. En þó veit ég það að þau munu ekki vilja sjá þetta drapast niður eða vera selt til óviðkomandi. Og sem að segir manni það að meira en líklegt að þau taki bara smátt við. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.